Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða leikskólamálin sem hafa komið á dagskrá enn og aftur núna út af tillögu meiri hlutans í Reykjavíkurborg sem að virðist vera að færast nær því sem að hefur kallað Kópavogsmódelið sem er að minnka viðveru barna, minnka opnunartíma leikskóla. Til þess að ræða þetta eru komnir fulltrúar þeirra sem að vinna á leikskólanum, Haraldur F. Gíslason sem er formaður félags leikskólakennara og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar en meirihluti eða ekki, starfsmanna leikskólana í Reykjavík eru starfsmenn Eflingar? Jú, meirihluti eru félagsmenn Eflingar. Já. Herðu, það var kannski ekki farið fram með mörgum en þið hafið ekki sett ykkur upp á móti þessu breytingum, öfugt við það sem tónninn verið frá ýmsum forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar eins og forseta HSÍ og formanni BSRB. Og af hverju eru þið jákvæðari gagnvart þessu heldur en þau? Ég byrja. Þú. Við hjá félagi leikskólakennara, við höfum stutt allar þær tillögur sem miða því að stytta meðal dvalartíma barna sem er allt og langur og mér langar kannski aðeins að byrja að fara í smá söguskýringu, að fara aðeins aftur í tíman. Þannig að það er þannig að 2020 ef maður rétt þegar við semjum öll á opinbera markaðinum styttingu vinnuvikunar þá komum við náttúrulega mismikið að því að búa til þetta umrædda fylgiskjal 2 og til dæmis í tilfelli félags leikskólakennara þá komum við ekkert að því að búa það fylgiskjal til. Okkur stóð til boða þarna 2020 að semja fylgiskjal 2 algjörlega óbreytt og ég verð náttúrulega að spyrja hvað er í fylgiskjal 2? Það er fylgiskjal 2 styttingu vinnuvikunar. Hvað er í því? Það er bara alls konar tillögur því hvernig á að stytta vinnuvikuna niður í 36 stunda vinnuviku. Fyrst með 13 mínútur stytting og svo gefa eftir forræði kaffitímanum sem eru þá 35 mínútur og þá farið 48 mínútur ef þú farið í fulla styttingu. Þetta eru útfærslur og innleiðingatillögur. En þú ert eiginlega að segja að þið hefðu viljað að útfærslan yrði með allt mögulegum hætti. Já, sko við sáum strax að stytta vinnuvikuna í leikskólanum án þess að það leiði til annarkvæmt þjónustuskerðinga fyrir einhvern eða kostnaðarauka er útilokað og þetta var tekið á lífi til. Við stóðum fram fyrir því annarkvæmt ætla að reyna að fara í einhver verkföll til að breyta þessu fylgiskjali sem allir voru búin að semja eða taka þetta fylgiskjali inn því að við gátum heldur ekki sett þið megin bara eiga þessa styttingu vinnuvikunar, við ætlum ekki að semja þetta fyrir okkar félagsfólk þegar búið var að semja það til dæmis fyrir allt ófært starfsfólk í leikskólum og samingi var líka búið að semja þetta. Þannig ergo, við sömdum þetta en kynntum það mjög varlega, þarna væru tækifæri en þetta er því snúið. Þetta er tímasprengja. Já, ég meina, þú veist, við gerðum okkar strax reyn fyrir að þetta er því mjög erfitt, en þú veist, það átt að fara fram umbótarsamtöl og allir þessi pakki sem fylgdi þessu fylgiskjali. Síðan bara kemur það í ljós mjög fljótlega, reyndar Reykjavíkurborg reið á vaðið og stytti bara hjá sér fulla styttingu, fór í 36, en flestir fóru bara í 13 mínútuna fyrst, sko. Ólíkt öllum öðrum skrifstofufólk og það gat allt farið í 36 strax og þarna var strax komin mismunur á milli og strax í kjarasamningunum og eftir. Þá semur félag leikskólakennara fylgiskjal betri vinnutími í leikskólum og það var markviss vinna til þess að reyna að stytta meðal dvalartíma barna. Sem sagt hlutfall dvalartíma af vinnutíma starfsfólks. Það var hægt með tvenns konar leiðum, það var annars vegar að reyna að ráða starfsfólk til að mæta þessu sem að leiddi til kostnaðarauka eða ná með einhverju leiðum og hvötum til að stytta meðaldvalartímann. Þannig gastu ná svona jafnvægi í jöfnunni og við fórum mjög markvissa og faglega vinnu og það síðan leiddi af sér öll þessi, mér finnst leiðilegt að tala öll þessi módel, þetta er í raun
svipaður grautur í sömu skál. Það leiddi það af sér að við fórum með Hafnarfjarðarbæ og innleiddum ákveðna þætti þar, fórum í þennan starfsfólk með Kópavogsbæ, Akureyri fór sína leið, mjög svipað á Kópavogsbær, en Reykjavíkurborg að stíga þetta skref núna. Þetta var svona smá söguskilning. Það er ekki áðan að Reykjavík hafi strax stígið að minnka niður 36? Jú, að stytta, en ekki að mæta þessu bili sem verður að því að meðal dvalatíminn, hann styttist ekkert. Nú, hann styttist ekki. En meðal dvalatími barna styttist ekkert. Hjá börnunum. En bara vinnutími... Starfsfólk styttist. En maður myndi ætla þegar maður hlusta á þig, að það sé sveitarfélögin standa alltaf fyrir tveimur kostum, gagnvart styttingu vinnutímans og þessu samningu sem þarna. Það annars vegar að stytta opnunartíman til þess að mæta vinnutíma þeirra sem voru í vinnunni áður, eða að bara bæta við svona 20% vakt þarna til þess að halda óbreyttum opnunartíma, til þess að svara ákalli sumra foreldra, en jafnframt að þið hafi þá styttri vinnutíma. Það er kannski, ég myndi halda að það væri kannski 15% kostnaðarauki við leikskólakerfið eins og leggur sig, við að halda óbreyttum opnunartíma en svara kjarasamningunum. Rétt, það er hægt að gera þetta með nokkrum leiðum. Það er hægt að ráða fleira starfsfólk, en það er mjög erfitt því að það er ekki til, sérstaklega ekki kennarar. Þannig að þið hefði ekki, að ég heyrðist þú að tala frekar styttingu dvalartíma barna sem valkost. Já, það er miklu raunhæfari leið, og svo er hægt að gera þessi þjónustu skerðing sem verður, það er hægt að gera hana með mörgum leiðum. Þú veist, ein leiðin hefði bara verið að vinna bara 7,20 og það er bara dvalartíminn, því að það er núna vinnutíminn. Önnur leið hefur verið að vinna áfram 40 stundir og safna upp styttingunni og loka leikskólum á ákveðnum tímum. Það er önnur leið. Það er að gera þetta með mörgum leiðum. Og til dæmis leiðin sem Reykjavíkurborg er að fara núna og leiðin sem Kópavogsbær fór og leiðin sem Akureyri fór er blanda. Það er annars vegar að stytta meðaldvalartíma vikulegan, skilur, og hins vegar svona uppsöfnun sem er tekin út á ákveðnum tíma. Svona ykkar fólk var ekki með samninga svona styttingu með sama heldi? Jú. Tóku það yfir bara? Við eins og hér var verið að lýsa, þá kemur styttingin inn í samningana okkar 2020 og við vorum með þetta fylgiskjal 2 sem hér var rætt sem part af kjarasamningum. En þegar við vorum í kjaraviðræðunum við Reykjavíkurborg 2020 þá var stytting vinnuvikunar ekki það sem við vorum fyrst og fremst að ræða. Við vorum í, eins og margir muna, löngum verkföllum sem snerist það að hækka laun lagslaunahæsta fólksins sem vann hjá borginni og þar var þetta langstærstur hópurinn inn á leikskólanum. En við fengum þessa styttingu og við komum því alltaf með skýrum hætti yfir samningsborðið að það væri útilokað að fara í vinnutíma styttingu starfsfólks ef það ætti ekki að kosta neitt. Eins og Haraldur hefur hér reikið með skilmerkilegum hætti, þú veist, þá er ekki hægt að vera með jafnlanga vistunartíma barna en vera búin að fara í verulega vinnutíma styttingu starfsfólks en það með ekki vera þjónustuskerðing. Annað kostar þetta peninga eða minni þjónustu. Já, og svo fór í hönd áframhalda þessum viðræðum og styttingin í dagvinnu, hún tók gildi í janúar 2001, kjarasamningar undirritaðar neitt mann voru, ég veit náttúrulega ekki hvernig þið gengur frá ykkar samningum þar eitthvað setna, en í það minnsta og þá fór í hönd aftur svona áframhald einhvers konar viðræðina við Reykjavíkurborg vegna þess að þá var borgin strax auðvitað búin að átta sig á því að hún væri komin í vanda og þá komið fram alls konar tillögur frá borginu það hvernig raunverulega mætti þá hafa styttinguna af fólki. Þannig að ef ég ætti til dæmis styttingu á 50-degi en ég væri búin að fá læknistíma á miðvikudegi þá yrði styttingin mín á 50-deginum dregin af mér, skilurðu. Eða ef ég væri að fara í jarðarför, þá myndi það sama gilda. Og þau voru með alls konar hugmyndir. Þau vildu draga styttinguna vegna læknisheimsókna, jarðarfara, sálfræði, tíma, sjúkraþjálfunar og svo framvegis og framvegis. Og það var mjög langur tími að þrasa það við þau hvernig einhvers konar eðlileg viðveru stefna gæti verið í þessu nýja umhverfi. Og við náðum ekki öllum þeim árangri sem við vildum en við náðum einhverjum árangri. En svo auðvitað bara strax
að þá fór að bera á auðvitað miklum óánægju röddum innan úr leikskólanum frá Eflingarfólki vegna þess að álagið var bara orðið mjög mikið. Þetta þýddi það að þegar að viss hópur starfsfólks fór í styttingu þá voru... Sem er það fólkið hans Haraldar? Nei, mitt fólk líka. Já. Við fengum öll styttingu. Nei, ég áttu ekki við það að fólkið hans Haraldar hafi náð fram meiri styttingu? Nei, við erum með jafnmikla styttingu. Það er ekki þannig. Í Reykjavíkurborg það álagið hafi flust meira yfir á en áfallinu. Nei. Málið er bara álagið er mikið ófælega vegna þess að það er bara svo stór hópur starfsfólksins og svo eins og Haraldur var líka að rekja hérna þá hafa útfærslurnar verið með ólíkum hætti í sveitarfélögum en Efling er bara með starfsfólk leikskóla í Reykjavíkurborg þannig ég þekki það módel mjög vel, hinn módelin síður. Þannig að við okkar hópur sem að tilheyrir leikskólakennarafélaginu og Eflingu erum með nákvæmlega sömu styttingu. Ok, en þetta bara var auðvitað strax augljóst að þetta var aldrei að fara að ganga upp með einhverjum frábærum hætti og þessi stóru markmiðum betri heilsu og minni veikindatíðni og svo framvegis, þau náttúrulega voru aldrei að fara að nást, ekki með þessari útfærslu eins og ég var að fara að segja þá ég og Halli við fyrir mig styttingu en þú og Laufey eruð áfram með sama hópa börnum. Að sjálfsögðu er þá vinnan ykkar 1000 sinnum erfiðari en hún var. Þannig að fólk var að fara, var með samviskubit, þetta var allt í rugli og á sumum... Meinarðu starfsfólkið? Það fann fyrir óánægju foreldrana? Nei, starfsfólkið var óánægt sjálft. Já. Ok, ég veit ekki hvort að foreldrarnir hafa neitt fyrir að fylgjast með þessu. Já, þú varst að taka dæmi af mér og Laufey sem er þá líklega foreldrarnir sem að koma með börnin. Við erum öll starfsfólk í sögunni. En við erum með brjálaðan yfirmann sem að vill að við bara skilum fullri vinnuviku og vinna þurfum að sækja barnið. Það er önnur anekdóta. Anekdótan sem ég er með er við Halli, Gunnar Smári og Laufey, við erum öll að vinna á leikskóla. Við erum öll sem er deild. En svo fyrir við Halli... Svakaleg deild. Þannig eru erfiðustu börnin öll sagt. En við fáum að fara í vinnutímastyttingu á þriðjudegi, þá eru þið ein eftir með jafnmörg börn og svo þegar þið farið í vinnustyttingu þá eru við ein eftir með jafnmörg börn og að sjálfsögðu er þetta ekki eitthvað svona frábært vinnuumhverfi og vinnuumhverfi starfsfólks leikskólana hefur orðið erfiðara og var orðið erfiðara áður en að styttingin var innleidd bara vegna alls konar aðstæðna í íslensku samfélagi. Það eru bara börn sem að þurfa alls konar liðsinni, stuðning, eru með alls konar bara svona svokallaðar sérþarfir og fólki á leikskólum vill að sinna þeim eftir bestu getu. Svo hefur frá aldamótum fjöldi barna sem að tala ekki íslensku sem móðurmál 5-faldast og það auðvitað líka býr til bara nýjar aðstæður sem að geta oft fyllt miklar áskoranir og svo framvegis og svo auðvitað þessi staða sem allir ættu núna að vera orðin mjög meðvitaðir og sem Efling hefur líka oft verið að benda á að lögin starfsemi leikskóla eru þannig að 2/3 hluti starfsmann eiga að vera með leikskólamenntunina en þessu er akkurat öfugt farið í dag. Þannig að faglega ábyrgðin hefur líka í mjög miklu mæli flust yfir á herðar Eflingar fólksins sem er ekki með háskólamenntunina og er samt að gera sitt besta undir erfiðum aðstæðum fyrir lægri laun. Þannig að vandamálin hafa bara hlaðist upp og svo ég hlaupi þá aðeins áfram. Á þessum tímapunkti eftir að hafa núna árum saman verið í samskiptum við félagsfólk Eflingar sem starfar á leikskólunum, þar erum við með mikið af frábærum trúnaðarmönnum og hafa bara heyrt allar þessar sögur vitandi að áður en að styttingin kom þegar ég var að vinna á leikskóla ástandi var erfitt, þá get ég ekki setið hér sem formaður í Eflingu sem er með það bil 1200 starfsmenn á leikskólum Reykjavíkurborgar og sagt svo fullum fetum nei, það kemur ekki til að breyta neinu, ekki fyrir en að við erum komin með einhverja útópíska fullkomnun það hvernig kerfi geti orðið. Vegna þess að ég veit að þar er sannlega langt í land. Þar erum við ekkert einu sinni nálægt því að geta komist að þessari sósíaldemókratísku útópíu en ástandið eins og það er núna, það getur ekki gengið lengur. Það er 10% veikindatíðni, fullt af frábæru fólki, fullt af fólki sem ég er í miklu samskiptum við með áratugar reynslu í leikskólanum sem er í virk, í veikindaleyfi eða er farið að vinna annars staðar og það er út af álægn. Og eins og mér finnst bara að gefa auga leið, þá finnst mér mikil ábyrgð hluti fólkin í því að bara ýta öllum svona tillögum bara út af borðinu bara samstundis og mér finnst það líkt af einhverju svona kreddufestu sem að mér finnst ekki við hæfi í svona alvarlegu máli eins og þessu. En auðvitað komum við sólum okkur í þessa stöð sjálf því að við sömdum þetta blessaða fylgiskjal ekki ég komin ekki í þessa stöð þannig að 2020
en vitandi það, þetta væri nánast útilokað án þjónustuskerðingar eða kostnaðarauka í leikskólum. Við gerum okkur fyllilega grein fyrir því, hins vegar fólust það voru áskoranir sem fylgdu þessu og síðan 2020 höfum við markvisst með þessu til dæmis fylgiskali betri vinnutími í leikskólum og með alls konar vinnu út allt land í mörgum sveitafélögum verið að takast á við þær áskoranir og við höfum þess vegna stutt allar þær góðu leiðir sem að eru tilraunir til þess að ná utanum þessa styttingu með góðum hætti og það koma seint fram núna í Reykjavík og við gengum svo langt að bara styðja þetta. Sólveig og félagar ætla að gera könnun. Við þekkjum höf okkar félagsfólks og erum í góðu sambandi við okkar bakland. Vissulega munum vera agnúar á þessu eins og allstaðar þar sem hefur verið reynt að fara í þessar breytingar. Já, þetta skref í einhver átt. Þetta ekki stöðnun. Nei, það er verið að reyna að gera eitthvað til þess að mæta þessu. Og ég sammála þessu og það er sagt að hver á að bera kostnaðinn af þessum breytingum. En þegar það er sagt, þá fylgir ekki með að það er núna stór hópur fólk, mestmegnis kvenna á íslensku vinnumarkaði, starfsfólk leikskólana sem að bera gríðarlega þungan kostnað af því ástandi sem að hefur verið látið vaxa og dafna inn í stofnun sem að hefur af ýmsum ástæðum verið vanrægt og stöðnun getur ekki gengið, það þarf breytingar. Og það er bara fjölmargt sem bendir til þess að vinnuaðstæður sé ekki nógu góðar, mikil óánægja meðal starfsfólksins og það verður að gera eitthvað til þess að gera starfið inn á leikskólunum betra og það hljóta allir að vera sammála á því. Þetta eru fólki sem að passa börnin okkar og við viljum að því líði vel. Þannig það er komið. Hins vegar hinum megin ég segi núna að ég sé einstæð móðir og sé í eflingu á lágum launum að vinna einhvers staðar með hundleiðilegan yfirmann sem að hótar að reka mig ef ég skil ekki fullu vinnudegi. En ég er með barn og kannski börn og ég þarf að fara að sækja þau í skólan og í leikskólan og ég næ ekki að skila fullri vinnu miðað við opnunartímann sem er í boði. Og ég reynst það móður og það dugar mér ekki eins og að vera í einni vinnu sko. Hvað þá ég geti vinnið sko takvarhæfinni, það er að vera í tveimur vinnum til þess að ná þessi í gegn. Kannski voru formenn BSRB og forseti ASÍ að tala fyrir munn þessa fólks. Hvað getur við sagt um þetta fólk? Ég ætla að segja við þetta fólk að það sem að verður að tryggja hér í Reykjavíkurborg er að tekju viðmiðin og tekju tengingarnar sé útfæra með þeim hætti að það sé ekki verið að vega að kjörum verka og láglaunafólks og þessara hópa, þessara einstæðu foreldra og fólksins með litla baklandi sem er í verkamannastörfum þar sem erfitt er að komast frá vinnu. Sem er enn frekar þitt fólk sem er mikið innflytjendur og þar að tekja með á ömmur. Og þú veist, það eru allir á íslensku vinnumarkaði komnir með styttingu vinnuvikunar nema verkafólki á almenna vinnumarkaðnum. Þannig að það er vissulega hópur sem er í erfiðri stöðu og pluss það að það er oft erfitt fyrir fólk að ná bara að tala af sínum yfirmanni og aðstæður með ofta ekkert sérstaklega góðum og skemmtilegum hætti en það er í fyrsta lagi svo að leikskólarnir verða þetta, þú veist, þú getur verið með barnið þitt í jafn langri vistun og dvöl eins þú ert með það núna. Það breytist ekki og módelið í Reykjavík, fáliðina módelið, það hefur orsakað mikið uppnám hjá fólki sem er ekki með bakland hér á Íslandi og er í verkamannavinnu þar sem er erfitt að komast frá. Og ég þekki það bara af eigin reynslu þegar ég var að vinna í leikskólanum vegna þess að þá vorum við byrjuð að vinna aðeins með þetta fáliðina módel til þess að koma til móts við vandan sem skapaðist þegar var mikið forföll og svo veit ég líka bara vegna samskipta minna við félagsfólk Eflingar að þetta fá símtalið, þú þarft að koma að sækja eftir 1-2 tíma. Þetta er rosalega erfið staða til þess að sitja fólk sem er kannski ekkit í sérstaklega góður í valdastöðinu á sínu vinnustað og það er betra að vera með fyrirsjáanleika, það er betra að geta sagt við yfirmannin, þú veist, í þessum mánuði þá verður leikskólinn lokaður og þá þarf ég að grípa til einhverja ráðstafana. En aðalega snýst þetta auðvitað það að tryggja það að tekju viðmiðin og tekju tengingarnar verði þannig að þeir hópar sem að hafa það auðvitað bara mjög gott í íslensku samfélagi sem er mjög stór hópur, 70% launafólks samkvæmt nýrri könnun vörðu
býr við ágætt kjör en fólk hefur fengið styttingu vinnuvikunar að þessi hópur sem að geti þá einmitt stytt dvalartíma barnanna sinna eða mögulega borgað örlítið meira vegna þess að við skulum ekki gleyma því að Reykjavík er með langlægstu gjöld fyrir leikskóladvöl allra sveitarfélaga. Þannig að það sagt, þetta er að fara að hækka 100% en að gjöldin eru mjög lág þannig að hækkunin verður kannski ekki eitthvað æðislega mikil á endanum og það er fólk sem að ræði við þetta og það þarf bara að passa að þeir hópar sem ráða við þetta það séu þá þeir sem séu látnir gera það. En er það ekki svolítið undanir skattheimta að ætla að taka af barnafjölskyldum og foreldrum skálsetta launafólksins til þess að skapa rými fyrir láglaunakonuna sem við vorum að taka dæmi af til þess að hún geti fengið gæslu á Það er sem alltaf íta vandanum bara eitthvað, við erum að sumulítið íta vandanum yfir á láglaunafólkið. Árum saman hefur vandanum verið ítt í fangi á starfsfólksleikskólana og það þarf aðeins að létta byrðunum á því fólki og það er hérna hópur sem að er ekki endilega eitthvað skársettur, heldur er bara velsettur sem að getur í fyrsta lagi fengið vinnutímastyttingu vegna þess að það er búið að semja um það í kjarasamningum og þar auki með ágætiskjör og þar auki mögulega með bakland sem að getur hliðra til hjá sér þangað til að mögulega til dæmis er hægt að ráða betur inn í leikskólana. Af því að núna, eins og Haraldur var að segja þetta áðan, það bara er ekki til starfsfólk. Þótt að peningandi kæmu það var ekki að fara á og ég meina, það hefur meirihlutin í borginni verið að segja. Ég meina, það eru leikskólar sem eru alveg með fjármagn en þeir geta ekki ráðið. Það hefur ekki verið mikið atvinnuleysi í íslensku samfélagi og staðan í leikskólum hefur verið þannig að þegar það er mikið atvinnuleysi, þá ertu með stóran hópa fólki sem er að sækja hjá þér en þegar það er ekki, þá er hópurinn lítill og ekki endilega samanstendur ekki endilega af því fólki sem það myndi vilja að væri að vinna á leikskólum þannig að staðan er bara brjálæðislega þröng og það þýðir ekkert fyrir okkur að vera eitthvað svona hvað með þetta eða ef það væri nú svona ef hér væri nú hvað segirðu fungerandi sósíalismi eða góð skattheimta við búum bara í því samfélagi sem við búum í og við getum ekki alltaf verið að festa okkur í einhverjum draumum um það hvernig hlutin eigi að vera. Það er neyðarástand og við þurfum að reyna að finna besta leiðina út úr neyðarástandi. Mér finnst vera, ég veit á sumum leikskólum er ástandið þetta miklu betra en á öðrum en á allt og mörgum þeirra ríkir ástand sem að já mætti allavega þegar það er sem verst kalla neyðarástand. Og dæmi sem þú tókst þarna með símtalið, það er þegar mönnunin er að falla, það er eiginlega svona neyðar. Þá eru ekki nógu margir mættir til vinnu vegna veikinda, fólk er á námskeiðum og svo bætist við veikindi og svo er einhver í orlofi og þá er bara leikskólastjórinn, aðstoðarleikskólastjórinn og deildarstjórnir sem að sjá bara, þetta er ekki að fara að ganga upp og þá fær einhver það miður skemmtilega hlutverk að taka símtalin. Og eins og Sóli nefnir, þá er þetta náttúrulega misjafnt á milli leikskóla og þetta er misjafnt á milli sveitafélaga líka. Og mér finnst fólk dálítið vanmeta það fyrir þennan einstakling sem þú varst að taka dæmum það ástand sem skapast í svona fáliðina stefnu ef að það gerist mjög ítrekkað og afleiðingarnar á því versus það að fá hana fyrirsjáleika mér finnst menn þurfa svolítið að skoða það og það var það sem að gerist í Kópavogi að það hríðfjall, það fjall niður í 0 sem að Kópavogsbær þurfti að nota þessa fáliðina og ég get alveg sagt það, ég satt nú í þessum starfshópi sem skilaði þessum tillögum hjá Kópavogsbæ og ég var svona hæfilega bjartsýnn á að þessar tillögum myndi skila þessum árangri, það komið mjög skemmtilega óvart að það skiluðu svona miklum árangri og mitt félagsfólk, ég heyri ekki annað þaðan að það sé mjög ánægt með þessar tillögur. En voru við ekki með skýrslu frá Vörðu sem að sagði að foreldrar eru óánægðir? Jú. En sko okkar hlutverk, allt regluverk utan leikskólan snýr að því að leikskólinn sé menntastofnun fyrir börn. Hann er hvergi skilgreindur sem eitthvað þjónustustofnun svo fólk geti farið í vinnuna. Þannig er ekki skilgreindur það í neinum lögum. Þjónustustofnun við atvinnulífið til þess að launa fólki að ef ég ræði í vinnu að ég vil helst ekki vita hvort ég er börn eða ekki. Akkurat, þannig að hlutverk okkar sem þá formaður félags leikskólakennara er að búa til starfsaðstæður og þá laun því að það skiptir líka miklu máli til þess að kennarar vilji starfa á leikskólastíðinu. Það er mitt megin hlutverk og að því erum við í félagi leikskólakennara að vinna. Ég held að atvinnulífið aðlagi sig ekkit að þessu nema það þurfi þess og núna
breytast einhverjir hlutir og foreldrar lendi í margir í einhverjum vandræðum, en atvinnulífið neyðist til að bregðast við og eins og Sólveig segir, þá á eftir að semja styttingu fyrir hluta almenna markaðarins. Við erum reynda búin að semja mann fyrir sjálfstæðandi leikskóla, en stór hluti almenna markaðarins ekki komið með fulla styttingu, 9 mínútur með rétt sums staðar og enga einhver staðar. Hjá verka- og láglaunafólkinu á almenna markaðnum engin stytting. Þannig að það væntanlega næsta verkefnin. Það verður ekki létt verkefni. Það verður ekki létt verkefni. Þess vegna erum við ekki komið með styttingu, vegna þess að þegar við reynum að tala um styttingu við Samtök atvinnulífsins, þá segir það, ok, þið þurfum að selja fyrir okkur kaffitíman og við sem það ekkert hægt. Þú ert í verkamannavinnu, þú þarft að fá kaffitíma og þá segir þau, ok, þið þurfum þá að fá lægri laun og þá segir við, nei, það heldur ekki hægt og af því leiðir að við erum ekki búin að semja um styttingu vegna þess að það heldur ekki það sem efst í huga félagsfólks Eflingar og félagsfólks í SGS-félögunum, það sem þeim efst í huga og það sem til dæmis verkakallar, Eflingakallar og SGS-kallar en það með 55 stundar vinnuviku meðan að þú veist, sumir eru konum með 36 stundar vinnuviku af því þau eru bara að vinna til þess að geta séð fyrir sér og fjölskyldunum sínum. Og einhver leyti kemur styttingin frá opinbera geiranum vegna þess að leikreglunar eru þannig að þið semjið launahækkanirnar og þannig að þau koma að orðnum hlut þar en geta þá komið með styttingu vinnuvíkunar eða eitthvað slíkt til þess að ná í gegn. Já, þannig að kannski getur þið bara að fara aftast í röðin, þá getur þið samið styttingu vinnuvíkunar. BSRB var auðvitað búið að vera með það, þú veist, lengi sem eitt af sínum megin markmiðum í kjarasamningum að semja styttingu og ég skil alveg að þau hafi viljað gera það, af því að sjálfsögðu vill fólk vinna styttri vinnuviku og fyrsta krafa verkalýðshreyfingarinnar sem var til. Já, og sérstaklega fólk sem í erfiðum störfum. En eins og útfærslan hefur verið, þá það þannig að fólki sem vinnur skrifstofustörfin sem að fyrir kannski réð sínum vinnutíma aðeins meira, það getur einmitt haft styttingu sem fungerar vel eins og á skrifstofum Eflingar, á skrifstofum Eflingar langflest starfsfólki í VR, þannig að það með vinnutímastyttingu og hún praktiseruð á skrifstofum Eflingar með þeim hætti að helmingur starfsfólks hættir 1:00 annan föstudaginn og hinn helmingur 1:00 hinn föstudaginn og þannig þetta hægt að gera þetta í skrifstofustörfum en þetta var augljóslega aldrei hægt að gera í starfi með lifandi fólki. Það mátti vera smá kostnaðarauki með styttingunni í vaktavinnunni, ég man ekki hvað var 6% eða eitthvað en það mátti ekki kosta neitt að stytta dagvinnuna sem einmitt ekkert mál fyrir skrifstofufólk. Þá bara, þú vinnur bara örlítið minna þennan daginn og þú veist nákvæmlega, ok, þá þurf ég bara að þú klára þetta á morgun en ég þá farin núna. En þetta aldrei að fara að gerast inn á leikskólum. En eitt sem að einkennir allt þetta mál að nefnt að það verður kannski sniðast bara að búa til svona þjóðfund niðri í Laugardalshöll, hvernig við ætlum að hafa bara stöðu foreldrakynslóðana og leikskólana og fæðingarorlof og alls konar þætti og hvernig hvort atvinnulífi taki tillit til þess að launafólkið eigi börn og eitthvað svona, þannig að það svona margir óleystir þættir. Og sömuleitt eins og þú ert að segja ég vinn við þetta að gera skárri vinnustað fyrir menntaða kennara inn á leikskólanum og það samið styttingu vinnuvikunar einhvers staðar og svo færist vandamáli. Þess vegna tók ég dæmi að þessari einstæðu móður sem að vinna með leiðinlegan verkstjóra og það að tala með, nú komið að því að atvinnulífið aðlagi sig að breyttri stöðu. Aðlugunin fer fram hjá mér þegar ég hitti verkstjóra minn. Það enginn að semja þetta eða gera það, þannig það hætt við að verði svona, ef við verum að tala þessu neyðarástand og vígvöll, að það verða margir sem að verða fyrir svolítið, kannski harkalegum aðgerðum, missa vinnuna eða reyna að finna einhver aðra leið til þess að sækja börnin, þurfa að ráða eitthvað til þess að sækja börnin og þar hundur göttunum. Ég meina, það náttúrulega ekki rétt að það sé enginn að reyna að semja við þennan vinnuveitanda á almennum markaðum styttingu vinnuvíkunar. Það verið að reyna að gera það, ekki? Já, ég meina við fyrir náttúrulega kjarasamninga fyrir 2008 og það verður náttúrulega bara félagsfólk Eflingar á almenna vinnumarkaðnum sem ákveður hvort það vill semja þetta og þá verður til dæmis væntanlega hér á höfuðborgarsvæðinu komin einhver reynsla á það hvernig þetta tiltekna módel sem við erum að ræða hér hefur komið
komið niður á fólki. En ekki smá hætt að verkafólki verði fyrir einhverju að vandinn sem í kerfinu, af því að við viljum ekki láta meiri pening í þetta, við viljum ekki innheimta skatta til þess að gera þetta, það eins og sé ekki samkomulag, stjórnmálafólki gerir bara illt verra með því að lofa eiginlega meiri þjónustu fyrir kosningar, þannig að kerfið verður ennþá vitlausara Það sem ég held að muni gerast hér í Reykjavík að það alveg hópur sem að mun þá bara horfa á útreikningin og segja ég get sótt fyrr, ég tími ekki borga meira, ég ætla að sækja fyrr. Og þau munu gera það og þá munu verða færri börn eftir og það verður allt einfaldara, verður minna álag á starfsfólki, betra umhverfi fyrir börnin vegna þess að ástandið ekkert gott fyrir börnin heldur, við erum með lengstan dvalartíma allra barna í leikskólum og við búum við oft á tíðum húsakost sem hentar ekki lengur starfinu og svo framvegis, mikil hávaði, mikil læti meira árekstur á milli barna því þau eru inn í litlu rými of mörg og svo framvegis í of langan tíma já, sem frábær ritgerð börnin í veggjunum sem að sýnir fram að með mjög skýrum hætti að það raunverulega verið að brjóta bara lög og reglugerðir á börnum með því hvernig aðstæður þeirra eru og við þurfum líka að fara að tala það, við getum ekki líka bara láta eins og það sé ekki eitthvað vandamál sem að sé á okkar sameiginlegu ábyrgð að leysa en fyrir það fólk sem að vill hafa börnin sín áfram eða þarf að hafa börnin sín áfram þá verður það áfram í boði en þá myndu þurfa að borga fyrir það og þess vegna ætla ég að endurtaka það sem ég sagði hérna áðan að það þarf þá að tryggja það að tekjutengingin og afslættirnir nýtist verka á láglauna fólkinu þannig að það sé ekki þau sem að sé að lenda í einhverjum mjög miklum kostnaðar auka en svo segir borgin líka að ef að þú til dæmis mætir ekki á milli jól og nýjárs með börnin eða í kringum páska og dymbilvikunni og svo framvegis þá færðu mánuð ókeypis, þá myndu fá 1 mánuð á ári ókeypis þannig að það alveg greinilega verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að mæta fólki varðandi kostnaðinn. En þú veist að láglauna verkafólkið það ólíklegast til þess að fá frí í dymbilvikunni á milli jól og nýjárs á meðan að skrifstofufólkið og svona hefur ótrúlega sveigjanlegan vinnutíma. Ég finn það bara að ég alltaf að bóka fólk hérna. Það miklu auðveldara að bóka fólk í efri lögum samfélags. Það bara mjög erfitt að fá verkafólk hérna til vinnu. Þá þarf að tala við borgarstjórnarmeirihlutann, þá þarf að tala við þau sem að leiddu þessa vinnu að tryggja þetta með tekjutengingarnar. Það verður ekki til svona aukina stéttaskiptingar. Akkurat, það lausnin varðandi þennan hóp. En við getum ekki tekið heilt kerfi og skipulagt það út frá svona dæmum því að þetta eru undantekningarnar það þarf að mæta því á sérstakan hátt. Haldið að það verði gert í Reykjavíkurmódelinu umfram það sem var gert í Kópavogi? Það verður að koma í ljós. Það kemur í ljós, en nú fer þetta í samráð eftir því sem ég best veit, þá núna verða þessar tillögur sendar til félagana og væntanlega til annarra hagaðilar og við fáum tækifæri til þess að skoða og svo fáum við tækifæri þá til þess að senda inn umsagnir og samráðsgáttin hjá borginni varðandi þetta mál og held ég að vera opin til 29. október og þá verður þá væntanlega farið í gegnum málið og þú veist þarna gefst auðvitað tækifæri fyrir eflingu og fyrir önnur félög og fyrir aðra hagaðila að tryggja að útfærslan sem bestum og réttlátum og skynsamlegustum hætti en ég veit miklar áhyggjur af því vegna þess að málflutningur margra hefur ekkert verið þannig að það sé þarna viss hópur sem að þurfi að passa upp á en að það séu svo aðrir sem að hafi aðstæður í sínu lífi til þess að bregðast við þessu annarkvort með því að minnka vistunartíma eða greiða lítið meira. Það bara að tala eins og þessi komplett bara rosalegt áfall bara fyrir alla foreldra, fyrir allar vinnandi konur, fyrir allt fólk, þessi hræðileg aðför jafnrétti og kvenréttindum og það finnst mér ekki benda til þess að sum hagsmunasamtök vinnandi fólks ætli sér að taka á sem er sérstaklega uppbyggilegum að skynsamlegum hætti og það finnst mér mjög miður vegna þess að ef að spurningin einhvern veginn það að konurnar inn á leikskólanum eigi bara að halda áfram að fórna sínu lífi og sinni heilsu til þess að halda þessari grundvallarstoð samfélags okkar gangandi af því að aðrir vilja ekki endurskoða neitt hjá sér þá þetta dæmi sem ég ætla ekki að taka þátt í að þú veist reikna til enda vegna þess að mér finnst premissið þá bara alveg glatað og mér finnst þá líka bara premissið lykta afsakið af dálítilli svona forréttinda blindu þeirra sem eru komnir á þann stað að
þeir eru ekki tilbúin til þess að skoða aðstæðurnar hjá fólkinu inn á leikskólanum af því að því miður vegna þess og þetta fylgir oft stofnanavæðingu þá hættir fólk svolítið að hugsa þú veist, hverjir eru inn á þessari stofnun hvað snýst þessi stofnun, hvernig rekum við hana og mér finnst að þetta hafi dálítið gerst varðandi leikskólana þetta er bara fyrirbæri sem að 90% allra barna fara á, þau geta verið þarna lengi, það hefur verið mjög ódýrt og það hefur einhvern veginn svolítið leitt til þess að við erum ekki að pæla í þessu. Í stóru myndinni, Gunnar, þá snýst það að búa til betri starfsaðstæður fyrir kennara og annað starfsfólk og börn til þess að bæta gæði menntun á börnum til heilla og það er hagur allra, það er hagur foreldra, það er hagur kennara og starfsfólks og það er hagur barna. Það er möguleiki á því að ég sé saman á þessu öllu að ég vilji betri kjör starfsfólks, betri starfsaðstöður, færri börn og það allt saman. En ég vil líka halda óbreyttum opnunartíma og það vil ég gera með því að sko bara fjármagna uppbyggingu leikskólakerfisins. Það er ekki gott fyrir börn. Að vera lengur. Það er ekki gott fyrir börn að vera lengi í leikskóla. Það er sjónarmið frá ykkur að það er sjálfstætt markmið að stytta. Já, ég meina og það bætir líka starfsökurinn fyrir börn líka og starfsfólk og kennarana. Þannig að þetta miðar alltaf sama mengi frá 7. til 9. tíma að það sé Já, ég meina þú getur rétt ímyndaðir fyrir barn sem er kannski 2 ára að vera í leikskóla 9 og stundum 10 tími þegar ég var að vinna þá voru við með börn sem var alveg í 10 tíma sko, skilurðu og ég meina, ég var ofta að skila og þú veist, þetta var alveg svakalega langur tími Ég sammála En hann er náttúrulega hér, hann er að tala fyrir hönd fagstéttarinnar, þannig að hann getur að tala með vissum hættum, þetta er fólk sem er búið fyrir 5 ára háskólanám til þess að læra börn, búið að læra barnasálfræði og barnaþroskafræði og allt þetta. Ég er ekki að tala það, en ég er bara einhver ómenntu kelling út í bæ sem að var samt finnst mér ég var deildarstjóri við komum sama umhverfi ég var þú skilurðu í leikskólanum alveg í 12 ára áður en ég ákvað að fara að mennta mig ég var með rosalega fordóma fyrir menntun ég var með það en þú ekki ég var með það og það var sko ekki þetta að kenna mér neitt ég vissi þetta allt sjálfur svo fór ég og sko ég brottfallur úr framhaldsskóla sko og þegar ég fór að læra fyrir sjálfa mig þá komst ég að ég er ekki svo vitlaus í skóla og bara mjög góður ef ég vill það sko en og það líka aðeins sko minnkaði hrokan í mér gagnvart menntum hópum skilurðu og ég læriði mjög mikið og sjálfsögðu er menntunin ekki allt, þú þarft að hafa alls konar aðra þætti en bara menntun til að vera góður kennari. Þú getur verið ömurlegur kennari þráttur og hafi farið í háskólanám, skilurðu. Þú þarft að hafa svo miklu fleiri þætti, heldur bara menntuna, en hún er líka stór þáttur. Sko ég ætla að segja, það sem ég ætla að segja var að ég þarf ekki að tala út frá hagsmunum barnan. Ég þarf ekki að segja það, en ég auðvitað á börn og mér fannst mjög gaman að vinna á leikskóla yfir 10 ára leikskóla og ég sá bara all litróf fjölbreytileika mannskepnunar og það var bara mikill lærdómur fyrir mig vegna þess að þrátt fyrir það þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla þá hefði ég talað með svona frekar lífsenda mannsku þá átti ég var það bara alls ekki neitt þegar ég fór bara að sjá bara einmitt öll rófin og allt hvernig við tikkum yfir öll þessi róf og svo aðstæðu barna og allt í tengslum við það en ég er sammála því að fyrir sérstaklega litlu börnin þá er ekkert sérstaklega gott að vera of lengi og þessi tími þar sem það var búið að sækja langstærsta meirihluta barnanna og það voru einhverjir fáir eftir hann reyndist þeim erfiður þegar þú ert lítið barn þá klukkutími getur verið óralangur tími og þú hefur heldur ekki tíma skinn þannig að þú ert alltaf að spyrja og það er verið að svara þér og þarna var maður alltaf að reyna að gera sitt besta til þess að hafa ofana fyrir þeim og vera með þeim en þetta var ekkert skemmtilegt oft og ég ætla líka að segja það hér af því að ég má segja það því ég löngu hætti að vinna á leikskóla en það var ekkit endilega sko verk á lálunafólki sem var með börnin sín eitthvað rosalega lengi á leikskólanum það var ekkert endilega reynslan eiginlega finnst mér það ekki hafa verið
það sem ég sá. Mér fannst frekar það fólk sem var með börnin sinni mjög lengi á leikskóla var fólk sem var kannski komið dálítið ofarlega í einhvern svona karrierstiga og hafði bara mjög mikið að gera og ég skil það alveg, þú veist, hafði mikla ábyrgð í vinnunni og var að arransera og gera, en þá ætlum ég líka að segja, það fólk hefur mögulega alveg efna á því að borga þá örlítið meira til þess að eða efna á því að vinna minna eða mögulega ef það vill það eða getur en þú veist, það eru bara lausnir í boði og það er ekki hægt að láta eins og einhvern veginn engar lausnir séu í boði nema fullkomna lausnin út af því að þannig virkar ekki okkar tilveru, við búum ekki í þú veist, besta heimi allra heima, það er bara ekki svoleiðis og af hverju er það þessi stofnun samfélagsins sem allt verður einhvern veginn vitlaust ef það eitthvað að fara að breyta hlutunum það meika bara engan sens fyrir mér. Kannski vegna þess að við lifum í þessum heimi og fyrir síðustu kosningar að þá voru flokkar sem að lofuðu að öll börn 2 ára myndu fá leikskólapláss. Það er bara ömurlegt að fólk og við fórum svolítið yfir það, þú komst í einhverja þætti hérna okkur og við vorum að reyna átt okkur á þessu. Já, ég geri það alltaf. Og það kom í ljós að þetta var eiginlega bara vanhugsuð dellu hugmynd. Ég geri það alltaf fyrir kosningar, þá býð ég þessu fólki til mín og ég fer yfir staðreyndirnar. Allir frambjóðendur tóku undir þessa kröfu. Já, en ég fann það samt að þegar það var búið að ræða við þetta fólk þá breytist aðeins orðaðan. Þetta selur, þú ert að tala til kjósenda og þeir vilja heyra þetta. Þetta er hins vegar ekki hægt og þetta verður ekki hægt og bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla verður ekki brúað á næstu áratugum. Eina raunhæfa lausnin er lenging fæðingarorlofs. Sammála. Þetta er bara staðreynd. Ég held að vitið allir sem hafa skoðað þetta, en samt er ekki gengið út frá þessu í umræðinni. En það er samt innan hreyfingar vinnandi fólks, þá er margir sem mega, ég sammála þessu, þá er lengi fæðingarorlofi, en það má ekki tala um það. Það er ekki stefna hreyfingar vinnandi fólks að það er að gera það. Það er eitt, en svo er annað að ég heyri mikið að það sé heldur ekki vilji meðal, hvað við segja, meirhluta foreldra að fæðingarorlofi sé endilega lengt. Og mér finnst það dapurlegt, ef svo er raunin. En þú skalt endilega fá einhvern frá ASI og BSIB, frá hagdeildunum og þeim sem að vinna við að reikna út þjóðhagslegar forsendur og móta pólitíska afstöðu og segja, hver er afstæða ykkar til þess að fæðingarorlofi verði lengt? Hver er afstæða ykkar til allra þessara hluta? Því þá mun sjást með skýrum hætti að innan hreyfingar vinnandi fólks það eru alls ekki konsensus basically bara neitt af þessum hlutum og þú veist, ég held að þetta fari að enda þannig að mannsku eins og ég og eins og Haraldur, við verðum kölluð íhaldssöm, við verðum kölluð fólk sem að skilur ekki að það er mjög mikilvægt fyrir konur að geta verið út á vinnumarkaði jafn lengi og kallar og ef að fæðingarorlofi verður lengt þá verður það til þess að ævitekjur kvenna lækka enn meira og svo framvegis þú veist, þetta er alveg á leiðinu þangað. Og það er svolítið skrítið að maður þurfi einhvern veginn svo að þá fara að verja svo sem þetta er ekki það ég sé á móti konum og þetta er ekki það ég vilja að konur séu yfir æfina með lægri laun en kallar en það hlýtur eitthvað fleira að skipta okkur máli í þessu samfélagi, hlýtur eitthvað fleira að skipta okkur máli heldur en það að við getum unnið sem lengst sem mest og við þurfum líka að hugsa hagsmuni barna samfélagsins og við eigum líka að horfa tilbaka til þess tíma þegar að kvenréttindabaráttan var líka barátta fyrir réttindum barna vegna þess að börn geta ekki barist sjálf fyrir sínum réttindum og þau eru ekki stjórnmálaflokka og þau eru ekki verkleg samtök og við þurfum að maður nota bara skynsemina og taka tillit til þeirra hagsmuna líka þegar við erum að ræða svona stór og alvarleg mál. Þarna komið kannski að einu sem er vandamáli að ræða þessi mál. Þetta dettur oft í svona einfaldar hugmyndir. Það bæði það sem að stjórnmálamenninni leggja til og líka það sem að þú ert að vísa til að þetta sé svona hluti af hinni femínískri baráttu og þá er svona hugmyndin eins og eitt yfir alla ganga. Í þessari svona sirpun sem við tekið hérna á leikskólamál hafa við til dæmis komið fram að það er sjálfsagt að það sé boðið upp á dagvist jafnvel fyrir 3 mánaða. Þú veist, það eru til dæmi að það geti verið bara góðu kostur. Það er bara betri að Er það gott fyrir börn? Ja, það hafa verið uppeldisfræðingar og fleiri verið að segja það. Að við ekki gleyma því að við eigum ekki að svara lausninni fyrir alla. Að við verum að skilja eftir opið það sé möguleiki á því að það sé einhver geta til þess að
taka við barni af einhverjum heimilum sem að foreldrar geta með einhverjum hætti það veik eða eitthvað slíkt. Við verðum að horfast því fyrir það. En í því felst ekki það að við ætlum að taka við öllum börnum 3 mánaða eða öllu 2 ára eða engum fyrir en þannig 3 mánaða. Þannig að með stundum að þessi umræða fellur oft í svona eins og að eigi að finna bara einhverja eina leið sem hinn rétta leið, sem gefur hinn réttu skilaboð í samfélagið og þannig viljum við halda. Við getum ekki alltaf talað út frá kerfinu og jaðarhópum. Við erum að búa til kerfi og það þarf að taka sérstaklega á jaðarhópunum og svo erum við með kerfi. Og ég ætla að vera með mjög opna spurningu. Hvort betra fyrir börn sem á elskandi foreldra, eins á barn sem á elskandi foreldra býr við frábærar aðstæður að vera með foreldru sínum milli eins og 2 ára eða í frábærum leikskóla? Á ég að svara? Nei, þetta opin spurning. Ég skal svara. Þetta verður ekkert verið skoðað. Hvort þetta skemmt epli eða góð appelsína? Nei, þetta er bæði gott. Bæði gott. Þú sko rosa gott epli og rosa góð appelsína. Ég skal svara. Ég myndi segja að ef það er allt frábært í foreldrunum og allt gengur mjög vel og við erum að tala barn innan 2 ára aldurs, þá sé mjög gott fyrir það að vera með foreldrunum. Ég myndi segja það. Ég myndi segja að mögulega væri ágætt fyrir barn sem að væri að nálgast 2 ára aldurinn að fara og vera þá kannski 2-3 tíma á dag til að byrja svona þróa félagsfærnina og byrja svona að leika með öðrum og læra það eru aðrir. Það er ekki bara þú og mamma og pabbi eða mamma og mamma svo þú veist, bara allt það, já. En að ég man eftir því og þetta er líka eitthvað svona, þú veist, tabú, þetta er það svo fyndið, það er allt orðið tabú og maður þarf alltaf að vera einhvern veginn að passa sig ekki hér. Lol, víst hér líka. Býtu þá getur bara verið byrtingu. Ég man, það er alveg dálítið langt síðan. Þá las ég fréttum að Stanford háskóli í samstarfi við Dani, vantarlega einhverja danska háskóla, hefði gert könnun á því einmitt hvaða áhrif það hefði fyrir börn undir 2 ára aldri sem væru lengi á leikskólum og það, þú veist, hafði þau áhrif á alveg stóran hóp barnanna að þú veist, svona hvað ég að segja svona ADHD hegðun fór að birtast og ég bara skilða mjög vel vegna þess að fyrir fólk sem er sérstaklega fyrir fólk sem er bara frá náttúrunnar hendum svolítið viðkvæmt taugakerfi þá er mikið álag á taugakerfið að vera inni á stað lengi í einu þar sem er mikill hávaði og margt að gerast og það getur bara verið erfitt fyrir krakka sem er ekkert endilega börnin okkar sem að þú veist myndu fá einhver official greiningu eða eitthvað svoleiðis heldur bara líka fyrir krakkana sem eru bara dálítið viðkvæmir og þannig að þú veist auðvitað myndi ég vilja búa í samfélagi þar sem að það væri betur hugsað börn og foreldra barna og það væri meiri mildi og mannúð í samfélaginu okkar en ég held að þetta kerfi sem að Reykjavíkurborg ætlar núna að reyna að innleiða geti skapað aðstæður þar sem að ástandið inn á leikskólum er allavega aðeins nær því að vera eins og það væri mögulega uppbyggilegast. En af hverju mættum við ekki leyfa okkur að tala það hvert við viljum fara? Ef ég tek þetta saman sem þið eru að segja núna, þá væri það lenging fæðingarorlofsins og það geti verið trappa niður þannig að milli 2 og 3 ára þá geti ég haft rétt á hálfu og ég geti labba til vinnuveitanda minns eða þann sem á fyrirtækið og sagt við hann ég hef rétt á því að fara í hálfstagsvinnu núna í heilt ára því að ég á barn og ég er að framleiða barn fyrir þetta samfélag. Ég held að einhver staðar á þessu bili 1-2 ára getum við verið með einhverju svona þrepaskiptingu þar sem börn koma inn í einhvern ákveðinn tíma og þá tala saman fæðingarorlof og leikskólinn. Börnin fá það best af hvoru. Já, þannig að við erum að trappa okkur upp í einhvern ákveðinn vistunartíma sem að vonandi er bara 36 stundir á viku og þannig kerfi búið til, en ég held að við séum í minnihluta þarna. Ég er sammála. Þið tvö? Já, ég held að þetta sé ekki en almenna á viðteknum skoðun. Þetta var niðurstaðan í þessari sirpu sem við tekið hérna leikskólamálin, að þá voru eiginlega svona hugmyndir sem sátu eftir. Og ég var náttúrulega mest að tala við þá sem er að vinna með börnum og hafa þekking á þessu. Ég var ekki að tala pólitíkus eða hugmyndafræðingana. Þeir sem eru, þú veist, fólki sem hefur farið í gegnum háskólamenntunina og þau sem hafa unnið með börnum og bara hafa þar af leiðandi haft tækifæri til þess að setja sig kannski meira en aðrir inn í hugarheim barna og hvernig
börn virka inn í hinum ýmsu aðstæðum. Þau eru ábyggilega langflest á þessari skoðun en við erum kannski að tala svo restina af samfélaginu sem að hugsa hlutina bara öðruvísi og við erum ekki ég og væntanlega ekki Haraldur heldur ekki að segja þetta af því við höldum að við séum eitthvað betri eða göfugri en aðrir en við erum kannski að tala bara út frá reynslu og í mjög mörgum málum þá það nú þannig að það talið mikilvægt að hlusta á þau með reynsluna og ég til að það væri mjög mikilvægt ef að í þessu málaflokki sem á fjölmörgum öðrum að það væri bara hlusta betur og meira á þau sem hafa reynsluna af þessum störfum. Það náttúrulega bara vandinn í umræðin okkar skólakerfi eða heilbrigðismál. Þetta vandamál okkar í umræðin skólamál til dæmis, bara almennt. Það sem alltaf verið að tala einhverja sem með einhverja kenningar einhverja. Og sama með heilbrigðismál, við erum alltaf að tala mennina með budduna, en við erum sjaldan að tala við fólki sem að vinna á gólfinu inn í heilbrigðiskerfinu. En buddan hefur náttúrulega verið látin ráða för í leikskólamálum, buddan, bara budda hins opinbera og svo buddur hinna. Það bara það sem hefur verið látið ráða för. Og svo hafa stjórnmálamenn hegðað sér mjög heimskulega með því að stíga fram og lofa því að leikskólar verði bara ókeypis eða allir komist inn fyrir einhvern vissan aldur og alls konar svona rugl í staðis að slaka bara aðeins á, skoða málin uppbyggilega, halda jarðtengingunni og byrja svo að ræða og segja þá við kjósendur, vandinn hann svona, hann flókinn og við ætlum að finna einhverja leiðir. Fólk tilbúið til að treysta mér þá sem pólitíkus í þá vegferð, vil ég þá kjósa mig út á það í staðis að vera að fá atkvæði frá fólki út á bara eitthvað innihaldslaust bull eða bara hreina lygar, það auðvitað bara ömurlegt. En ef við tölum peninga aðeins þá ágætt að halda því til haga að rekstur leikskólana algjörlega kostaður af sveitafélögunum og þau eru náttúrulega standa misvel og misilla. Ríkið kemur ekkert af fjármögnum leikskólans vegna þess að gagnvart lögum leikskólinn ekki skyldu verkefni sveitafélagana. Þau gætu sleppt í að vera með leikskóla, þau ekki búa í slíku samfélagi en þau gætu það til að spara. Samt metur líklega megin þóri almennings þetta sé bara universal réttur. Já, og hann það ekki og það engin skilgreindur réttur hvorki fyrir börn, né fyrir foreldra fyrir hönd barna sinna til þess að fá leikskóladvöl eða leikskólakennslu. Það engin réttur til staðar og ég held að ríki og sveit þurfi að fara að taka það samtal hvernig við ætlum að fjármagna þetta kerfi sem leikskólinn Ég sammála þessu, þetta mjög mikilvægur og góða punktur og pressan auðvitað frá hreyfingu vinnandi fólks og frá því stjórnmálafólki sem einhvern veginn með einhverja meðvitund á auðvitað að vera þetta að ríki þarf að koma að og það þarf bara að lögfesta þetta sem þá fyrsta skólastigið vegna þessa í samfélagi þar sem að 90% barna eru inni í þessari stofnun þá auðvitað gefur auga leið að þetta ekki bara eitthvað svona, þetta ekki bara eitthvað hvert annað dagvistunar úrræði, þetta bara einn partur af okkar samfélagsgerð og við eigum þá að umgangast þessa stofnun sem það og við eigum öll að sameinast það að reyna þá að finna leiðir sem að ganga upp og auðvitað á ríkið að axla þarna þá ábyrgð sem að ríkisvaldi hlýtur að eiga að bera á þeim lífskostum og vistunarskilyrðum sem að ungviðinu og litlum börnum hér boðið upp á. Saman með fyrirtækinu verður náttúrulega að vera með, það gert ráð fyrir því að hluti af launafólkinu eignist börn. Eitt punktur varðandi fyrsta skólastigi, það sem sagt, lögin eru þannig að ef að sveitafélag rekur leikskóla, þá gilda hann ákveðin lög og þá hann samkvæmt þeim lögum fyrsta skólastigið. Hins vegar gætu sveitafélögin sleppt við að vera með skólastigið. Og það sem við erum að ræða að með því að hann væri mögulega skylduverkin með sveitafélag, þyrfti ekki að vera skólaskylda í leikskóla þrátt fyrir það við þurfum ekki meiri þrýsting á að sé verið að taka inn yngri og yngri börn, það þyrfti ekki endilega að vera skólaskylda en þá allavega gætu ríki sveit samið tekjustofna því að kerfið náttúrulega vanfjármagn við vitum það alveg og sveitafélögin þeim vorkunn að vera með þetta skólastig algjörlega á eigin herðum.
Og það kannski vandinn okkar að við þessum meðrástandi vegna þetta er vannfjármagnað. Ef þetta væri ekki vannfjármagnað þá getum við verið að taka ákvarðanir til lengri tíma góðar. Það en ekki bregðast við vondri stöðu. Og ef þetta hefði ekki verið vannfjármagnað og ef það hefði ekki komið hörð niðurskurð að krafa eftir hrun og ef það hefði ekki verið svona rosalega mikil mannfjölda aukning á Íslandi, þá auðvitað væru hlutinir á leikskólanum allt öðruvísi að sjálfsögðu og ef það hefði verið farið í það að tryggja að bara eðlilegu viðhaldi væri sinnt inn á leikskólanum og húsakostur væri endurnýjaður og það væri byggð hús sem að henta til dæmis reksturinn eins og hann er núna þar sem að börn með alls konar þarfir koma inn og það er bara ekki nægilega mikið pláss til þess að sinna þeim að sjálfsögðu værum við þá allt öðrum stað. En við erum á þessum stað sem við erum á núna og við eigum ekki tímavél og við getum ekki farið tilbaka og einhvern veginn tryggt að misvitrir stjórnmálamenn taki ekki einhverjar umlega lélegar ákvarðanir. Við verðum bara að díla við hlutina eins og þeir eru núna og það er bara líka mikið í húfi að fara af stað og sjá hvað er hægt að gera vel og hvað er þá hægt að laga. En aftur þetta, ég bara skil ekki, ég skil ekki afstöðu eins og BSRB og ASÍ og í þessu erfitt fyrir maður að skilja þessu afstöðum, svo erfitt að þau skuli koma, ég er náttúrulega alltaf að taka þetta upp einhvern veginn, að mér finnst þessi svona kreddufulla nálgun hún svo röng, hún er yfirborðskennd, hún styggir fólki sem að vinnur inn á þessum stofnunum og lætur það upplifa að BSRB og ASÍ séu alls ekkert að tala fyrir þeirra hönd, svo þetta býr til líka eitthvað svona flokkadrætti í því og svo er með þessi svona rosalega hávara krafa vissra hópa, vissra kvenna að þetta sé einhver æðislega aðför bara þeirra einhvern veginn mannréttindum. Það er eitthvað ruglaðan í gangi það hvernig við erum að tala þessa hluti. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauða borðið að reyna að setja okkur inn í leikskólamálin aftur, af því að þetta er náttúrulega eitt af þessum málum sem bara koma aftur og aftur. Þetta er eitt af þessum óleystu vandamálum í íslensku samfélagi sem er ekki rík sátt þannig að það er kjörið fyrir okkur hérna við Rauða borðið að ræða það. Haraldur og Sólveig Anna, kærar þakkir. Við ætlum að halda áfram að tala börn, það er umboðsmaður barna hérna rétt handa við hornið. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.